Nei, slítaðu rausinn. Slítaðu fucking. Já, sæl og blessa og velkomin á poddum með Frikka. Ég heiti Frikki og ég er með fangan Magga hérna. Hvað segirðu kallinn? Ég er góður sko. Þú er búin að allt á vondu sko. Þú komst hérna frá bænum. Ég vil bara, allt fólki sem kemur á Reykjavík þarf að vera í handjóðum. Þeir eru allt brjála sko. Varstu eitthvað að tala strip naked? Ég bara, nei, ég er ekki þar sko. Var það ólangt eða? Ólangt? Já, það var aðeins svo langt sko. Það var svona nokkru kílómetrar, nei. Þarftu ekki að vera í það menn, þú ræðir bara. Þú komst með goodie bag, hvað? Ég er með goodie bag. Ég myndi sína það. Já. En ég er stökk. Þetta er bara búið. Ef þú leysir mér ekki úr þessum handjárnum, þá hringi ég. Já, ok. Ég kynntist þeim ekki gegnum hvað, Eyþór, ekki? Jú, bara ég sendi á þeirna í gegnum sveppatínsluna. Akkurat sko, sveppatínsluna. Bam. Beint inn á fólks, út aðeinslegur. Þú tellir þetta bara ógeðslega góð og náðu ekki. Bara gaman að fá snöpp frá þér og svona ég er líbó sko. Mjög líbó maður. Þannig að mér langar bara að fara í allt sko. Þú veist, þú er náttúrulega flippari. Sko, við máttum fyrir því að podcastið er svona eins og rússipanni. Akkurat. Það byrjar ógeðslega rólega, bara blóðsög, þú veist hvað heitir þau? Halló. Svo allt í henni verður komið geggja hátt. Já. Og er ég bara fann að kúka í stólinn og allir pakkinn sko. Svo kannski aftur niður og svo aftur upp sko. Já. Já, ég er góður, ég er mjög góður. Mér langaði að spyrja hérna ef að syngja lag, ef að búa til eitthvað lag. Já, ég er, okay. Ertu með takt eða? Ég skal byrja takt, ok. Ég lappa bæinn og ég fæ mér shake. Allt í lagi, fæ mér cake með sósu ofan á. Allt í lagi, konan, hún vill mig sjá. Ég er nakin á brókinni. Allt í lagi, ég er ekki brók. Maggi Mix í brókinni. Maggi Mix í brókinni. Pottið að brókinni. Herru, ég ætla að vera með svona goodie bag. Goodie bag, já. Ekki bag, þetta er goodie bag. Er þetta Gucci bag? Gucci bag. Gucci bag. Ég vil hafa frekar gúri heldur en Gucci. Og ég ætla svona Gucci bag. Sko, ég ætla svona að vinda mér, það var að vinda mér í allt. Já, bara eitt í einu. Vinda mér í eitt og eitt svona, það var svona tísa. Akkurat. Það er sko að vinda okkur eitt og komið sæl. Þú erum að halda okkur gangandi, sko. Já. Ég ætla bara að fara yfir, ég ætla að byrja bara á The Puzzle. Já, ertu múin að gera þetta heima hjá þér, ekki? Jú, bara Gísli Pálmi og svona. Ég er ekki að selja Puzzle en eitt svo leiðis. Það er þetta púsleina hérna og það er upp í raskæta. Ok, við erum sko. Þetta púsli. Vantar eitt í það. Já, byrju. Það er ekki að þetta maður. Já, ég fyrir þessi horfið, það er límt við hérna songlass. Ég er komin aftur. Bam. Þetta fyrir mitt á ískapin, Maggi, ég sver, ok? Ég tek það ekki niður í kvöld, skal lofa þér að vera í sjónum. Já, svo farið þér einhvern ískaldan og þá dettur þetta af. Akkurat, það er bara búið, sko. Hvað, ertu að fara að selja þetta? Ætlar það bara svona... Ég ætla að gefa þér þetta og ég er ekkert að fara að vinna með að selja þetta og búið þetta til. Má ég bara eiga þetta? Þetta er bara exclusive. Geðveikt, þetta fyrir vegginn svo getur verið næsta podcast. Þetta er bara mixi, sko. Mixi komin á potið, maður. Guð, þetta er geðveikt, maður. Drekkur þú svona? Já, hvað lapp maður? Júps! Nei! Grjót, haltu kjafti. Það er bara potið, maður. Það er bara alltaf detta hana, maður. Svona þetta. Passaði því að þegar þú opnar þetta þá kemur skvissinni pungsinni skviss. Það er bara svona sko. Það opnar þetta saman tíma það. Sko virkar. Þetta er nefnilega, þetta er bara djók að vera að slá í þetta, maður þarf að syngja. Syngja? Elskan mín. Viltu please ekki fara yfir með allan? 3, 2 Æ! Bara að syngja. Shit, nú er ég bara blöytur í buxum. Það var bara að hafa það. Þetta er ekki fyrsta slettan sem fer í stólinn. Nei. Af öllum slettum. Bara nummer 2 í dag. Það verður að hafa smá mess ef við ætlum að hafa alveg podcast. Ég meina, sko,
Ég náttúrulega búin að vera í bransanum í bara feiki mörg ár sko. Já. Ég var löngu byrjan á MSN á tímabili og Já, þú ert alveg fara á því tíma bara. já, MySpace og allt þetta áður en allt þetta fés kom og Varstu að pósta fullt af myndböndum þar eða bara svona Já Það fyndi við það sko að fólk heldur alltaf að maður sé á einhverju af því maður þú heldur að kannski líka bara pinglítið, maður heldur alltaf skilur maður veit ekki hvað gerist á þessu podcastum sko. Sko, ég skal sýna ykkur eitt. Nú er ég á pottinu Ok. Ég ætla að áta hérna. Nú er ég hérna. Ég skal sýna þér 2 útgáfur af mér. Já, blessa. Mixaðinu skilurðu. Svo er maður bara svona ég og þú. Bara cozy. Já, nú er það bara ég. Já, ef ekki fara að smetla í þátt. Svo mixaðinu, þú veist. Já, færi svona inn út. Já, þetta er svona, maður er karakter, sjá til. Maður er ekkert. Já. Finnst þér að verða svona svolítið mikið karakter bara á netinu og flest ekki sem þekkja bara sem það? Já, maður verður að vera karakter á netinu vegna þess að þú verður að kúpla þig út úr lífinu yfir í eitthvað annað. Ef þú væri sami maðurinn, ef þú væri bara núna já, ég var að fá mér shake, þú veist, Já. Þú veist, þá væri svo leiðilegt, þú verður ekki að breyta til, skilur. Nei. Þú ferð í vinnuna, þá ferður náttúrulega þá er ég í vinnuna, þá er ég vinnugýr. Ég er ekkert Maggi Mix í vinnunni eða Magnús. Akkurat. Ég er bara vinnustarfsmaður. Það er góð leið til að hugsa þetta svona. Þú þarfst að vera aðeins þú veist, af því að ef ég er trúður í vinnunni þá er ég aldrei að fara úr vinnunni. Nei. Þú veist, ég ætla ekki að vera í vinnunni allan sólarhringinn. Það gefur mér mjög gott að hugsa svona, þú veist, ég er verslastjóri, ég get ekkert verið að gera sömu djók hér og þú veist, með starfsmenni mína og eitthvað svona. Nei, ég er að segja það. Maður þarf að kúpla þessu úr þessu. Fannst það erfitt? Segðu okkur frá hérna Hvað viltu þetta? CG, hvað er það? Hanna vélinn, hanna Comgiver. Comgiver, já, vélinn mín. Þú ert alltaf að sína okkur frá Comgiverinn. Hún er sko Comexpenser. Við geymum hann úti sko. Er það? Við viljum ekki tala með hana sko. Hún ég get sagt þér, þú ert að sína pottin, nei, þú ert að sína á snappinu hérna hér. Þetta er ekki djók. Okay. Þú ert að sína mér hérna, kemur alltaf svona kömmur einhverju vél hérna. Ó já, í vinnunni, Comgiverinn, já. En ég er með alvöru. Það er staður í Kópavoginum sem að fyrir þá sem þetta er alvöru satt. Okay. Þetta er fullorðinsbúð, Adam Eva heitir hún. Já. Ég er ekki á Ölsen eins og leis. En þar inni er svona stór dildó á veggnum sem kemur út á veggnum og þá færið svona spritt. Við erum með þannig. Dildóspritt. Af hverju ekki allir í staði með það? Já, ég segi, af hverju ekki býður ekki fólk? Ég meina, það verður helviti næs að hafa bara hér fyrir já, eitt svona dildóspritt. Svo bara viltu spritt. Svo kemur tekur hlungin, gefur hún hérna, skilur. Já, þú veist, ég er ekki að maka þessu spritti sko. Og svo kannski, ef podcast að vera búið, þá getur svona spritt í andliði, skilur við báðir. Já, svo getur við verið með, sko, skapaspritt, dildó skapaspritt eða júluspritt, þú veist, maður leika sér. Þú ert alltaf með svona gadgets og dót heima þér. Þú veist, þú varst að gera hérna nammi hotnir um daginn. Nammi þátt, já. Já, með hotnið með fullt af nammi krukkum og eitthvað. Já, ég stúd fullur á alls konar flippi, sko. Já. Það er svo fyndið, sko, með mig að, til dæmis, ég var í ísbúð um daginn. Fórst ekki 3 ísbúð um daginn eitthvað á sama deginum? Já, sko, þú veist... Ekki tala með raskatinu. Ekki tala með raskatinu. Nei, Nei, það getur bara vel verið. En ég fór í ísbúðum daginn og ég var á hjóli, ég var svona rafmagnslöpahjóli og legg hjólulappinn og það koma svona einhverjir gaurar, sko. Svona einhver úlingar, svona 17, 18, 19 eitthvað. 17, 18. Og hérna, nei, mixarinn og þú veist, og þá fer ég í svona mixaragýr. Og bulla alls konar maður verður að entertain og svona. Já, ég bara með mömmu grín og þú veist, mamma henni þetta og þú veist og já. Ég hef búið með mömmu henni á hún og fættist eitthvað svona og hérna svo bara 5 ára á stað og þá hugsa þeir eitthvað meiri fíbli maður, sérðu hvernig hann er ég fatt ekki að ég er í gýr þú veist, ég er bara í mixarinn, gýr ég með meiri gúribæk ég fatt það svona vel, sko þegar maður hittir fólk og fríksnappari og maður ok, nú verð ég að svo Pétur Jóhann, þú veist hvað það er Sigfússon hann lítur alltaf að vera já, hann er ógeðslega bara fínn og flottur þegar maður hittir það bara beinlinis en ég ætla að fara yfir í Goodie Bag
Þetta verður lag sem kemur núna bara. Hver er þetta? Ég ætla bara að gera hérna eftir þetta, þessa gúrigjöf, ég kallar það gúrigjöf. Ok. Það ætla að koma svona podcastlag, svona bara í beinni núna. Ekki beinni. Ertu viðbúinn? Ég er tilbúinn. Þetta eru 2 gjafir. Þetta er 2 gifts og Býttu nú við. sko Nei, sko, Maður er að hafa þetta, þessi er svolítið spes, sko, hún er svona, sko, ég ætla að fara þessi yfir þetta. Ok. Þessi er svona, Þetta er geðveikt. svona, sko, þetta er eitthvað, ég þarf að sjá, Okay, þetta er snild. ég þarf að sjá kóngin í Þetta grínast í mig. Potkóngs. Djöfli fer þetta við þið vel. Þetta er grínast í mig. Þetta er flottast sem ég fengið hérna á podcastinu, sko. Ég var rægt að týna sólgrum í gær, sko. Já. Nú er ég komið sólgrum. Herru, svo ertu með nummer 2, sko, þetta er another design. Another design, ok. Tjekka á this design. Shit. Það er við svissum. Sviss. Herru, var ég búin að opna minninu, já. Þetta er eitthvað, maður sjáði með the new design. Another design. Þetta þarf að vera svona, þú veist, stelpuna geta hort á mig hérna megin, skilur við svona business in the front, party in the side. Þetta er alveg sama hvað maður lítur á þig. Já, þá, þú veist, all sides, þá ertu að fá Já, auðvitað. þú veist, on the left side, Já, pottið, right side, pottið. Þú veist, bara, þú veist, sexy in the front, sko. Það er bara málið, sko. Sko, designið er þannig og þú sér það þegar, sko, hérna eru eyrun, sko, sem koma hérna í boga. Já. Þessin er þetta að sæna þannig að fara ekki hérna, truflar eyrun. Rétt fyrir ofan, sko. Þetta er allt planað. Jöfull ertu flottið, maður. Takk fyrir þetta, Maggi. Þetta er grínast í mér, maður. Þetta er geðveikt, sko. A bang you tonight. Bang you tonight, sko. Bara við með glerun, Næst sko. ég fæ stelpuna heim, þá sit ég inn í handjátinn sem Maggi mixar að nota og bam, sólgleru. Þú ert bara með þetta. Við fyrir beint í sólglerun. Með leyfi, voru að fá leyfi, sko. Já, þú veist. Bara án hún lappar inn, þá skrifar hún forminu. Já, samninginn Það þarf að gera það, sko. En sko, það var eitt sem að gera samning við dömu eitthvað svona og í samningnum var sko ef finnst það óþægilegt þá hætti ég, þú veist, og hún var mjög ánægð með það en svo stóðum við litlu stöðum ekki hlæja stóðum við litlu stöðum og lóra hlæja ekki en þú verður að leiða mér að klára. já, við erum bara eitthvað staðar. Já, það var svona lítil svona alveg aftast þú mátt kvarta hvernig sem nú verður að leiða mér að klára en hann var löglega með þetta en til ljótt en Ertu mikið þessu, bara fá samninga fyrir júlur, fyrir dömunar maður verður að hafa þetta allt reddi, sko. Ég er meira með plexiglerið. Já, sko þú ert bara, þú býður dömu heim eða rúndin, þá ertu bara með svona plexigler á milli. Já, það er COVID. Já, það er COVID, það getur málað þannig. Maður verður að vera safe. Sko, þá er ekkert að vera, þú veist, þá ertu ekkert að fara óvart við mörkin, þú ert ekkert að snerta óvart eða, nei. Þú veist, eitthvað, hann snerti mig eitthvað svona, þá getur alltaf sagt bara, það hafa plexiglerina, sko. Ég get ekki svo snerti, sko. Nei, bara plexiglerina. En ég er nefnilega með mjög sniðu hugmynd, sko. Ok. Að ef það væri til forrit, það er til hana Tinder og allt þetta kjaftaði, sko. En akkur ekki til forrit sem er þannig, og veist hvað Sims er? Já. Sleikt á mig pungi tussaðinn. Nei, ég slæti einhverju svona orðum minni sem getur haft í auðlýsingar. Fattar ég? Þú þekkir þetta. Þú ert búin að vera í businessinu og veist hvað það er að gera, sko. Já, svo er ég ekkert að fara að tala um þetta sem ég er að segja. Þú veist, þegið, ég segi ekki þegið, en þá varst þú ekki að segja eitthvað sem ég var að segja þegið við, en allt í lagi með það. Og svo eru fólk náttúrulega netinu sem takir þetta, skilur við. Nei, sko, þú ert þannig að þú sérð aldrei manneskina, þetta verður að vera dama, þú veist, ef þú ert að deyta dömu, þá verður að vera dama, skilur við. En daman er svona eins og simskall, og svo ert þú simskall, sem sagt karlmaður og kvenmaður, og þið eruð í ykkur húsi í leiknum, sko, svona eins og Sims, og svo eru þið að deyta í leiknum, skilur við. Og þá er þið að fara að fá okkur að borða og svona og spjalla og svo getur þið skrifað eitthvað, skilur og þá er bara svona tilbúin, hvað viltu segja hana? Þú getur sagt hana væru til í dogi
og þá getur hún hinum megin, þið eru aldrei að fara í doki alveg, bara í leiknum, þá getur hún eitthvað svona já, þá getur valið með íta já, ok, og þá færði þið doki leiknum og svo getur hún í miður leiknum bara í flippinu heima hjá sér sagt bara ég vil ekki meir eða eitthvað svona, þetta er svona alvöru leikur sem skemmtilegt þú veist, það var ekki hittastu ekkert? Já, nei, bara í leiknum en ef vel gengur í leiknum ef líst vel á hvort hann í leiknum þá er þetta að fara lengra sko ég meina þetta er bara ennþá betra sko þetta við erum komin með chati í dag er þetta eitthvað svona svo erfitt að fara á date og þú veist þú ert ekki nógu góðu formi og getur verið í formi í leiknum þú getur með 8-pack það sko, það er ekkert mál 8-pack og 9-pack og svo getur verið 1-pack í lífinu, spikfættur og horringna eða hvað sem er sko. Ertu ekki hræddur að þetta verður svona samt bara eftir svona 20 ár veist, bara þú veist krakkanir og barnaböndin skilur það bara á netinu þeir hafa aldrei séð konu sína börnin fæðast inn á einhverju læknadeild þú fær barnið heim þú fær barnið sendt heim með aha.is þetta er svo þú veist þetta ætti að vinna þetta verður með svona vaffergleru sko virtual reality suck my dick svo þarfst að þú veist fæða barni og þú þarfst að gera því að þetta er virtual reality skilur þetta er svo þægilega þú smettir bara á og svo getur tekið virtual reality gleru og setta niður hitt strákana tala illa þú veist, ég er ekkert að mæla með því þetta er bara leikur, skilur svo getur þú sagt bara eitthvað, þú veist í leiknum, þá er litið skrakkin hann svaf ekki allar ótt eitthvað í leiknum, sko þá ertu svona í leiknum en samt í raunveruleikanum, þú veist hittur aldrei konuna, er þetta bara konaðinn gegn við já, í leiknum nema það, ef eitthvað líst vel á hvort annað í leiknum, skilur þá kannski mögulega með kíkja hvort annað, sko sömu mun að taka þetta mjög hægt kaupa hús saman í leiknum já, ég er að segja það, sjá hvernig það gengur sko. já þú getur svindlað og hún svindlað og þú svindlað eitthvað svona þeir eru búin að, þú veist, þeir eru með 27 maka áður en loksins sitt svo er kannski hægt að halda framhjá ég er ekki að mæla með því í leiknum við mælum samt með því í leiknum þú verður að prófa kannski í leiknum en leikun er raunveruleikinn samt sko þú veist, þú ert að borga skuldir og svo tengir ég að kreditkortið og debet í þannig að ef þú fer í skuld svo getur konan stólið kortinu í leiknum og nota peningana hennar skilur þú veist hún getur fundið sem mann með meiri pening eða getur farið í spilakassa og heimta að fá húsið og krakkana skilur svo getur þú keypti kólap þú getur búið til gleru svo getur kannski getur bara keyptið konu skilur þetta er geggja ef ekkert virka fyrir svo verður leikurinn Ísland þetta verður bara Ísland þú getur bara farið í Dominos eða Spaðin eða eitthvað stað og unni þar bara hvað er svona, hvernig finnst þér Ísland núna? Þú veist, það er alltaf allir cancel og má ekki segja neitt á netinu og... Mér finnst það háleðilegt, ég verð að segja svo það má ekkert í dag ég spurði, ég var að tala við Eyþór daginn hann sagði mér að þú ert búin að fara upp í stand okkur sem og svona finnst þér það ekki geðið gaman að fara upp að svið og bara koma öllu þessu út ég hef verið upp í standi á Akranesi það var þannig að það var eitthvað sem heiti pub quiz rödd eða papparödd eða eitthvað svona pöbrödd eða eitthvað svona rödd á pöbnum sko og ég fer á svið og ég segi kannski svona eitthvað 10 brandara skilur, ókslega gaman og svo fer ég bara nýra á sviðinu en maður þarf að dansa á línunni og það má ekki gera grína þessu það mátt ekki gera grína dvergum og ekki feitum og bla bla, þú veist, það verður ekkert eftir máttu alla segja haffinningabrandara eða ljóskabrandara sko máttu ekki gera grína sköllóttum ekki með fæðingablett, þú veist ekkert sko hafið heyrt konun, ekki gera grín á konum hér lendur ekkert mann í þú veist það var stoppaði og eitthvað svona nei, en ég notaði triks ég sagði svona, ég tók þetta alltaf upp sko, það má fletta þessu upp á júdaránum sko ég tók þetta upp og ég sagði kannski svona þú atna í Hawaii skyrtunni þú átt lítið eftir Ólífa, eða eitthvað svona, hlóallir en það var enginn sem var í Hawaii skyrtu já, ok þetta var svona, þú spara að ljúga af því að þá er ekki að særa neitt því að það var enginn í Hawaii skyrtu það er enda gott þiks svo verður svo mikið að segja af mér þú veist, mistökunum hjá mér og alls konar þannig að það var ekki að særa neitt því að þú varst að segja af þér akkurat þannig að svo var maður að dansa á línunni sko meðist þetta, hefur þú ekkert mann farið hérna í Secret Cellar sem er í bænum Secret Cellar? Já, það er uppistanda klúbburinn í bænum ég hef heyrt það, já, ég veit ekki hvað er þú Arnar vinur minn er mikið þannig og ég er búin að fara nokkur sinnum upp og eitthvað og þetta er samt svo gaman að fara upp og bara er þetta á ensku eða? Já, oftast ensku já, mér finnst enskrín ekkert eins
ekki sko. Nei, þú veist. Ég var að segja eitthvað djóki þegar ég var yngri. Mamma var að fara að lappa inn í dyrum minn og ég var að, þú veist, runga mér. Og ég kláraði úr í auga mitt. Og veist, það bara svo fyndið að segja þetta eitthvað upp á sviði og láta alla hlæja. Finnir sinni eye. Finnir sinni eye, sko. Ég fekk það í auga og svo lappaði nefnilega mamma inn. Og það var ekki gaman, sko. En þú veist, nú er þetta bara fyndið, skilja. Því mann er að segja þetta upp á sviði og svona. Ég veit góðan á ensku. Hann er bara íslensku og ensku. Hvað áttu með hann ekki? Ég auglæknirinn minn í símaskráni. Veistu hvað hann heitir? Hvað er hann? Eye contact. Eitthvað svona. Ert þú alltaf íslensku? Alltaf að gera djók? Já, ég er alltaf að stundu sletti ég. Stundu sletti ég, nei, elsku slettur. Nei, ég segi svona, ég er bara með íslenskuna, sko. Ég meina, hefur þú ekki farið, þú hefur komið í FS nokkuð sinnum og eitthvað svona? Ég er ekki bestur í enskunni og ég get sagt þér það. Ég var eins í skóla og ég átti að sýna útlensku, þetta bandarist fólk að koma til Íslands og voru að skoða skólan og ég átti að segja svona hvar handavinnan væri og allt það. Og ég lappa þarna og ég lappa fram í handavinnunni og ég segi náttúrulega this is the hand job class. Handavinnan, sko, hand job og þau náttúrulega löppuðu náttúrulega í burtu og að smeyk, sko. Vildu þau ekkert handjobs? Þau voru bara þetta er handavinna, skilur við. Þetta er handjobs. Akkurat, sko. Ég meina, það er ekki bara smíðið eða eitthvað svona? Bara ég er að segja það. Smíðvins. Já, ég er að segja það. Ég er að menna það. Svo var ykkur slökkulismæður, hann hét einu sinni á netinu blowjobs. Blowjobs. Hann var náttúrulega hann var að blása. Já. Þú veist, hann var ekki sökkjob, það var blowjob. Fattar þið, þú veist, halló. Og mamma, ertu ennþá að fara að gera eitthvað gig en eitthvað svoleiðis á þessu ári? Eftir að opna Gig baby. Gig. Býta þess. Og Býtu komið sæl og blessuð. Þið er að hlusta á poddið og njótið. Springing up. Waka 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 what? Þetta var eins og sko. Svo bara hellir yfir þig, bara alveg bara, þetta er bara búið. Love you boy, I love you. Það er fólk sem hugsar út fyrir kassan. Það er besta fólkið. Bara sprella og svona. Já, sem að sprella, ekki alltaf alvarlegir. Nei, ég hef tekið mörg podcast sem hafa enda frekar léleg, að því bara fólki var ekkert að reyna að djóka. Nei, og alvarleg. Fattar kannski ekki þegar ég er að reyna eða eitthvað svona. Það er erfitt að opna stundu fólk uppskilu og vilja segðu mér hvernig er þetta með teningakastið? Og þá kannski við komum að eitthvað, já maður tekur teninga og svo kastar maður því og ég er búin að vera 3 ár. D&D. Þú suck your own balls, skilur þegið og vertu á lífi. Heyrur Eyþór. Það var nú ekkit tillegn ákveðins en fyrst stafurinn Eyþór, nei Eyþór er aðeinslega, hann er kannski ekki flippari en hann er góðu kall, sko. Það er skemmtilegt að tala um hann, sko. Hann er bara, ég held að við ættum að taka aftur upp, sko. Ég held að vera skemmtilegt kannski hjá að podcastum hans. Hann getur kent mér, skilur. Já, hann er góðu kall, sko. Já. Hann er flippari, sko. Þú ert búin að gera podcastina, ég er ekki búin að horfa að þætti, en hvernig var svona podcastið þitt? Nei, sko, ég hef alltaf, þú veist hvernig þetta er að fá fólk í viðtal, fá fólk með sér. Það er til djöfulegu tími. Allir uppteknir, allir cancel upptekin, sko. Það er alveg lágmark 2 og 3 cancel ára. Ég er að segja það, þegar fólk telur sig að vera upptekið og svo sér maður á sama dag eitthvað 5, sko. Svo það kannski, sko, í beinni útsendingu live á TikTok eða eitthvað, sko. Þú veist. Súper upptekið. Eða, svo upptekið, svo sér maður á snappinu. Það er bara búin að horfa Netflix í 4 tíma, þú veist. Þú gefði mér hálftíma á lífiðinu. Gef mér fokkin hálftíma á lífiðinu. Koma svo. Ég menn eins og í síðstöku þá ætlaði að hitta þig. Ég var bara veikur í 7 daga ekki eftir þess að sprautu. Fórst þú í Pfizer eða? Þú veist, bólusendingu? Nei, ég fór í Jensen. Já, hvernig gekk það þér? Varstu eitthvað? Ég var aumur, ég hafa sprautað mig og mér leiði alvöru. Nálið var kannski bara eins og bara ógislega lítil bara. Já.
ógeðslega lítið nál en mér leiði þess að eitthvað verið svona negla í mig hamri með nagla sko já. Bara þetta var eins og mér leiði þannig þetta var svo sárt bara það er ekki bara bólgin endalaust og svo var ég bara góður og svo fór ég vinnuna daginn eftir sama dag sko fór ég vinnuna sama dag og ég segi við starfsfólki þetta er bara 95% hugafæri sagði ég bing bara búm kvöldið þá var ég bara slappur sko þá allt í henni bara slöknaði mér sko. Sving svar á svung og svo var ég bara helgina slappur og svo er ég búin að vera hálfslappur síðan en allir að koma til bara tillin er að koma sko. allir að koma tillin er að lagast allir að koma til magga smá tilla tillaga ég var bara einhver þú veist í svitabaði vaknaði nótt og bara geggja það var bara mjög gaman sko það er gaman að vera veikur maður sem er búin að fara í ræktina safna svitanum, setur það í bað með tappa og fer í svitabað bara til að svona, bara fá smá líkt og geta sagt fyrir svitabaði sko ég talaði við þetta við hann heitir Frikki, hann er uppistandari hvað þetta er hugmyndir hans sko á kvöldin, þú veist, þú ert kannski að fara að runga eða morgun eða eitthvað svona þá klárar í bara bolla í hlýnarúminu svo bara safnar þetta upp sko bara heldur áfram að safna þetta upp svo ertu komið heilt glas og þú getur selta eða gefið vinninum eða sko, þú voru náttúrulega átt að því að sæði eru frumur og dóttir í þetta er lifandi akkurat og þegar þú setur þetta í einhverja krukku þá deyr þetta bara, þetta er ekkert að fara þú voru að setja ískapin eða fristin eitthvað whatever sko en ef þú ætlar að drekka þetta bara þú veist þá gerir þú það sko ef þú ætlar að fá eitthvað protein shake þá gerir þú það sko og hverju mótni sko, alltaf ég gerir protein shake minn gætur þú sko ándjóks flugur, er mikið protein í flugum gætur þú safna sæði og flugum búið til kóktel selt sem protein var í frikteil á barnum sko frikteil smá sæði, salt og flugur svona eitt svona hattur eins og margarita eða eitthvað sko kannski smá spínat og bara til að láta þetta flott sko það hljómar þess að drikka sko þú veit samt alltaf ertu mikið að elda ég man sko fyrstu vídeo sem ég fann að þér þegar ég var yngri það var varst að gera hambúrgara sko það var svo fucking gott myndband maður sko þetta er nefnilega þannig að ég var atvinnulegs einu sinni þetta var bara fyrir sko 10-11 ára síðan þetta var 2007-2009 eitthvað ég er bara atvinnulegs og ég hafði ekkert að gera þannig ég ákvað svona einhvern veginn að ég ger eitthvað svona vídeo og eitthvað skera epli bútið franskar og eitthvað vokosi setta á neti og þá byrjuðu kommentin og likein eitthvað hei, er að sjá þennan og eitthvað svona, þá var ég ógeðslega frægur þá sko og vinsæll og það var svona ógeðslega gaman mér langar alltaf að vera í sviðsljósinu skilur mér langar alltaf að vera út í blöð og allt þetta skilur í sjónvarpinu, þú veist podcasti og allt þetta og svo bara vattið upp á þessu, ég ger alltaf nýja vídeo og svona, svo hætti ég að gera matreiðsluvídeó þetta var bara búið fannst mér sko núna er ég bara eitthvað að flippa sko er eitthvað svona stefna í þessu það er að komast á stöð 2 eða nei, það er bara ég er ekkert við sem er langið nú þegar sko að fara á stöttarann sko stöttarann er eitthvað farið í sjónvarp eða rúfarann eða hringarann eða hvað sem þetta kallast núna er þetta bara eitthvað Netflixarinn og þú veist allt bara þú veist Mixarinn og Flixarinn þú veist ef eitthvað stendur til boða þá það er lagi ef ekki bara ef ein dama eða eitthvað kemur hérna með Netflix þátt bara bjóðu kallar sko ég hef átt vini sem þú veist vinir eru fake ég hef átt vini sem að hitta mig tökum dæmi ég hef átt vini sem að eru kannski með 500 eða 1000 followers á TikTok og svo kommenta ég að þeim kannski blessaði flott vídeo að þeir þá svara þeir mixarinn hann að svara mér eitthvað svona og að káti með mixarinn sé að hafa samband og ég segi kannski blessaði hefði verið til að koma í viðtala ekki flip með Magga Mix eitthvað svona svo koma þeir í flip og hvað svo allt í einu bara nokkru dögum seinna eða vikum þá allt í einu verða þeir vinsælir út frá mér, þú veist, fólk er að fylgjast meira með þeim og þá hætti að tala um mig, þá verða þeir svona uppteknir að vera frægir eða vinsælir ég sem hef aldrei litið á mig eitthvað sem frægan og hitt ekki fólk einhver ringir í mig að beða með mig hittast
ég bý mig til tíma, ég er ekki eitthvað ég þarf að fara að live á TikTok, þú veist já. Fuck that, sko Þú veist bara góða vinur og bara Já, eins og þú segir, þú veist TikTok, þú veist að koma inn í einhver podcast kemur á daginn eftir eða morgun bara já, þú veist, ég er ekki eitthvað ég þarf að fara að live á TikTok F that Ég skil þetta við svona bara þú veist, fræðfokkar fólk upp maður og þeir bara líka í aðeins meira gúri bag er að gúri bag part 3 já, þetta er part 3 part 3 að 4 held ég sko, þetta er bara þetta er náttúrulega sko jæja sko gúri bag með Magga Mix ég er með nokkur rör hérna sem að eru lúst, það er alveg hægt að nota þau en ég mæli ekkert með nei byrjum á fyrsta hérna ég ætla að fara yfir í 3 rör svo eigum við hitt og eftir ok hvað er mitt festróp er ég búið með það? alveg bara farið ég sé lengur wow það bara heldur áfram já það bara segir ég ætla að sína tricks svona ef það er að búið til lag okay. þá finnur eitthvað orð segir mér eitthvað orð eða eitthvað matur eða eitthvað tricks þá gerir svona tricks asta tricks asta Ertu bara að láta hana Ef þú getur dítið með eitthvað orð eins og segir bara nú elskar þú sæði Er þetta ekki nú býta lögin? Bara fyrir orð Sko, hérna er fyrsta hörið þú ert að lesa þetta fyrir hlustendur og áhörundur Hvað eru með hann á rörinu? Við erum með hérna Double D sko Það er svona númer Sko Þú ert nú með kind of double D Já, ég með eitthvað sko Svo erum við númer 2 Ég er með double B í safna hana sko Hvað sætur hana? Spank me baby Spank me Sætur aldrei baby en já Nei Og svo er þetta bara Þú blörar þetta Eða þú ræðir Þú ræðir hvað þú segir Við erum með orgasm Smá ASMR orgasm Ég bara smá svona Þetta átt að vera blörrað Ég vil það er bara Við erum ekki með orgasm hérna Ég var ekkert að beða að segja orgasm upp átt Damn it Orgasm Messaði ég bleikin Vissur það að orgasm Já eins og var að googla orgasm og ég fann ekki neitt að það er orgasm ekki AM Já Orgasm 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 Það er ekki eitthvað orgasam Nei Það er ekki eitthvað Það er bara held ég sko Orgasm Já Hvað ertu að gera með þessu rör? Hvað er planið hérna? Þetta var fyrir eitthvað gigg eitthvað sinni sko Það var bara að flippa þessu eitthvað Já Ertu ennþá með svona mikið Já, ertu ofta búið til svona dót fyrir gigs? Já, sko ég er eiginlega leiður að heima gig Bara, þú kemur eitthvað gig allir fullir eitthvað neginn og þú veist, þetta er ekki gaman Það var gaman fyrst Já, ertu að fara þá oft í hús til fólk? Bara Já, ég gerði það mikið fyrst Já Nú er fólk bara, þú veist, svo leiðilegt orðið, þú veist, þú getur ekki um uppi samt í heimahúsi. Nei. Allir fullir, þú veist, enginn að hlusta, þú veist, síkó, bjórinn, þú veist. Svo þegar maður fer á svið, þá grenja allir hlátri. Já. Yfir höfuð. Þá vil ég að vera svona, þú veist, í þannig stemningu. Þá eru allir að fara á uppi standar, þú ert að kaldur, þú ert að hlusta. Þú ert í heimahúsi, þú veist, kemur eitthvað fíblinn. Þá bara, fólk líka líða eins og kóngar þegar það er heima á sig. Þeir bara, hvað sem er ykkur að syngja eða gítar eða hvað sem er. En ein spurning á því, hvernig finnst þér að búa hér í Keflavík? Sko, ég er náttúrulega bara að búa hérna í Keflavík og Njarðvík bara endalaust. Ég búi í Garðum reyndar, það er miklu verra. Mér finnst svo gott væp þegar ég kemur inn í Keflavík. Mér liði svo vel. Ég fæ svona einhvern veginn svona gleði og orku. Það er gott að heyra maður, það kúka bara allir á Keflavík sko. Kúka? Það bara kúka allir yfir Keflavík þegar svona fólk talar. Já, kúka yfir, já. Þú veist, ég er meira að þrífa skítinn en þrífa kúkinn sko. Ég er þá klóspapirinn. Nei, ég er að segja, svo spjalla með við einhvern veginn í Keflavík. Ég var að skutla, ég var einhvern veginn á djamminu og ég skutla einhverju stelpu heim. Mörg ár síðan eitthvað.
stelpu og kærastanum eitthvað og þá segja þau eitthvað við mig hvernig að búa þetta segja þetta er bara eitthvað dopista play og eitthvað svona akkurat, það er bara allir væla sko. þú veist, eitthvað svona dopista play það er enginn að segja það nema að segja sem er í dópin í rauninni, þú veist, ég er ekkert að taka eftir það er enginn henni í vatnaveröldinni bara hérna já, það er með sprautur það er í sveppin þú veist, ég man ekki hvort sé sveppur þar en nei, er ekki sveppahús þarna eitthvað, þú veist sveppahús, hvað er sveppahús það? nei, er ekki eitthvað svona í vatnaveröldinni er ekki svona þetta er svo in the Mushroom Kingdom bara já, fer ekki hann inn í eitthvað svona svepp jú, akkurat og svona glugga á sveppinni, þú veist það er bara svona tíma sem fór alveg sama sko hvar þú býr þú veist, þú getur alltaf hrauna þú getur líka búið í bænum að hrauna yfir þar sko. já, þú veist en þetta er svona máli með allan fólk á mínum aldri veist, það er svo venjulegt allir sér í dópi og svona þannig að það er kannski líða eins og þetta er svo lítill bær þannig að kannski halda allir bara að það er eina sem er einn að dópa já en ég elska hana bæ, þú veist, ógeðslega gaman að labba hérna, þetta er mjög fallegu bær þetta er æðislegt, þetta er allt alls hérna ég er að segja það, allt til alls á einum stað Maggi, þú ert bara með gott væp sko, þú ert bara ok, tökum dæmi, það er hérna Ungo, geðveikur staður hann er alltaf þú getur fengið bara, þú veist, það eru bara þú getur fengið burger þú veist, pizzur besti bræðar í Keflavík sko ísu og skvísu og allir pakki akkurat og svo getur þú fara á fleiri staði það er sko, þetta er ekki eini veitingastafur en það er tonn af stöðum hérna sem þú getur fengið að borða og svo er þetta ekki með eina bónusverslun heldur 2 nýr í Njarðvík þú veist, halló 5 kilometrar eða 3 kilometrar þú veist Njarðvík þú veist, þú getur snúmið við og pungur snertir báðar verslanirnar þú veist nei, ég er að segja, svo ertu með þú veist, þetta er ekki Netto hérna líka jú, 2 Netto já, Krónan, skilurðu, þú veist 2 Netto, þú veist og bara þú veist út með allt sem þarf kirkjur, bíó þú veist nýja keilusalun hérna við bryggjuna Keilusalun? Keilusalun að koma hérna? Það? Ég fyrir bryggjuna, er ekki búin að fara í það? Nei, keilusalun ég var að fá fellu nei, ég var nú bara að nota sígaret sko, ég veit ekki það er ekki keila hérna það er ekki keila hérna, sko, ekki segna bara feila en það er allt sem þarf og ef það er ekki hérna þú veist að kási hérna, skilurðu já, þessi það er allt sem er hérna 2 Dominos maður og svo ertu bara, þú veist, 10 mínútur að fara í bæinn ég er 45 mínútur þú ert í 10 mínútur, skilurðu þú veist, enga stund í bæinn í Keflavík það er ekki svona hraðasætt sko það er ekki hraðasætt þarna þannig að við bara 3 mínútur komin í bæinn það er bara eins og stoppaði að lögga mig og hún baði selfie já, gott maður og blásaður, maður byggðum að blása maður sko, blása hér og svo fá selfie nei, mér er svo skrítið sko með lögguna því það er svona good cop, bad cop og það er líka, það er í alveg, þetta er ekki djók svo kemur alltaf ein lögga sem er svona reið alltaf veistu hvað hraðu varst á og ef það eru 2 þá kemur hinn alltaf en á að gera hér, en á að mixinu þú veist, það er eini mixin og hinn er enna svona þú voru að pása að vera með ljósin á þá berði dagur, þú getur fengið sögt fyrir þetta þú veist, ég er að teipa ljósatakkan í bílnum daginn, bara til að hafa alltaf ljósin á just in case bara já, þau slökna sjálfur á sér en þau eru með svona sjálfir dag og ljós hefur eitthvað tíma pirraði á hábjartu degi að sé bíll ljóslaus hábjartu degi og fólk blikkaði samt, þá skiptir engum máli þú veist, þú sérði alveg bílinn þú veist, hábjartu dagur eða þú veist, ég skil samt vel en þú veist þetta er alveg samt með lögguna sko alltaf maður fer, þú veist, kótt aftur í bílinn og tala við og samt finnst löggunni skrítið að maður sé stundum að cancela hana og stundum með að fókta balís hvernig væri að vera nice for once hvernig væri að vera nice for once koma svo maður Nei, meina, mætið þú aldrei á ljósnótt þegar það er hérna? Ljósanóttin er geggi, sko. Það er löggan er skemmtileg þá, sko. Já. Ég reyni alltaf að tala við lögguna ef þau eru lappandi inn á niður, sko. Já. Spjalla við, fá mynd með þig með eitthvað. Þetta er úgíslega gaman, sko. Svo í fyrra ég bað einhverju löggu bara að fá mynd og það bara alls ekki, nei. Þau eru öll 3 bara pirruð. Nei, byrst með þig. Greinlega eitthvað búin að bögga þeim, skilur, og pirruð bara langur dagur eða eitthvað. Já. En ég meina, þú veist, þú eru bara að koma aftur í gigga en ekki að blæk, bara á ljósnátt, stóra sviði. Ég var einu sinni í úrabúð. Úrabúð? Já, var að selja úr og svona klukkur og alls konar svona á vegginn. Já.
og svo lendi ég í steininum. Ég draf tíman. God en ég með meira goodie bag. God damn it. You got me good. Sko ok, ekki það vera að skoða þetta neitt. Hvað sérðu hérna í fljótu bragði? Appelsína, skoða þetta nánar. Hvernig eru appelsínur ánum skoðar? Hvernig eru þær? Bara hringlótur, þú veist bara. Nei, hvernig eru þær, þú veist? Hvernig líður að fá þér appelsínu, þú veist? Svona svolítið súrt, verður ekki svona friskandi, svona fresh. Lífgarðu upp, sko. Svona fresh. Myndur ekki segja fresh, myndur þú segja fresh? Fresh! Kíktu á þetta. Stendur fresh, já. Það stendur fresh. Akkurat. Þetta er goodie bag. Þetta er goodie bag. Það góða við allt sem ég er að gefa er goodie bag. Getur þú gefið ykkur bara harð bara sjálfur og sjálfsög og svo getur þú gefið ykkur aðdáðanda þú veist í botinu en þú ert aðdáðandið, bara hlaupa inn opna hurðina og svo fáðu fresh appelsínu. Hvernig, þú ert búin að búa hérna í Keflavík og svo í Njarðvík eða? Já, og Garðinum líka Garðinum, hvernig er að búa í Garðinum? Mér finnst það er ógeðslega fallegt. Þetta er ótrúlega falleg staður er alltaf vindur þarna? Nei, það er meira loknun en þetta, sko. Það? Já, ég meikir leikt sens, en svo vetuna snjóar ekkert við sjóin, skilur. Nei, ég veit ekki. En svo svona, þú veist, ef við langar að fara að hitta fólk, þú þarft alltaf að keyra tilbaka í Keflavík, það er enginn í Garðinum. Nei, ég er að segja það, sko. Vinum hans eru hér og svona. Hvað ertu lengi? Ertu 5 mínútur eða 7 mínútur eða 7 mínútur eða eitthvað. Já, ég er að segja það fokk vett, sko. En þú veist, ég bjó hjá mömmu þarna og svo voru ég að vinna í Njarðvík. Þannig að það var orðið svolítið þreytt að keyra alltaf kortið 20 hverja dag, sko. Býrð þú í bænum eða? Ég bý í Kópavoginum með þá. Það var ekki að segja mér að bjóðast á Selfossi. Var það kannski bara... Það er bara myth. Myth? Þeir sjá maggastundum vafast á Selfossi. Já, þú veist, allt sem að heyrir mig sem að þú ert svona, getur þetta verið satt, þá er það lígi, þú veist. Já, það ekki. Ef það er eitthvað svona, ef einhver segir eitthvað, já, hann gerir þetta, þú veist, sem að er eitthvað svaðalegt, þá er það lígi, sko. Já, akkurat. Eins og til dæmis, ég man eftir einu sinni, smá saga, ég fer í bíó. Svo eftir bíóið, í bíónu keypti ég mér Nóa-kropp og svo er ég eitthvað að lappa úr bíónu og bíómyndin er búin alltaf með það. Koma krakkar hann eitthvað, mekki mig, eitthvað, maður var mynd eitthvað, já. Og svo er ég eitthvað svona held á svona Nóa-kroppskúlu og kastin upp í loft og reyna að grípa hann svona með munninu svona. Eitthvað, og allir eitthvað að klappa, flottu og kattið þetta kóngurinn eitthvað svona. Svo segir bróðir minn, neðan að frændi minn, hann er eitthvað að segja mér að ykkur hafi sagt að ég hafi sett Nóa-kroppskúlur inn á pungin á mér og kastaði krakkana, sko. Settur það bara hér og... Já, þú veist, og það átti bara að vera satt, sko. Jesus, og þetta er náttúrulega bara þessu sér, líin, sko, hún er svo svaðaleg, sko. Ég fara fljótari, sko. Já. Hefur lent oft í eitthvað svona drasli að fólk er bara... Nei, ekki oft, sem betur fyrir en það kemur svona eitt og eitt sem maður heyrir. Og einu sinni, þá... Veistu hvað bónus er akkurat í Keflavík, sko, hérna við Algötuna. Rétt hjá mig, sko. Já, nefnir Algötuna, ekki stöð þar. Og hérna, já, alltaf nefnir það. Og ég satt svona stíja hérna, ekki stöð við húsið. Já. Ég satt svona við stígan og var með félaga mínum og vinkonu. Kom einhverju gæjar svona. Magga, eitthvað, vera að fá sér. Eða eitthvað svona dóp eða eitthvað. Ég held að ég sé þetta vídeo sem tók hann ekki upp og eitthvað. Jú, ég var eitthvað að djóka Jóna í skottinu og eitthvað svona. Eitthvað bara grín, skilur, amma minn í skottinu, Jóna eða eitthvað. Og svo keyrar í burtu og svo halda bara allir ég hafi verið bara að fá mig Jónu. Þetta er pinnandi, maður vill bara djóka. Ég meina, ef ég væri að fá mig Jónu bara, þú veist, it's my fucking problem. It's my fucking problem! It's on my watch. En svo er það the next in the goodie bag. Next in the goodie bag, hvað ertu með fyrir? Við hvetjum alla hér á podcastinu að nota verjur. Ef þau eru að fara út í Dótó, þá verður maður að nota verjun. Þetta er eins og að fara í bíl, þú verður að vera í belti, skilur þau. Og þá er ég með hérna svona smokka, þetta er ekki hægt að nota, skilur þau. Jú, ég ætla að nota það morgun, bara... Ég sko, þetta er bara útprentaði smokkar, þetta er ekki eitthvað sem að Nei. En ef einhver dama segir við þig fyrir ekki ertu með smokk? Yes, on my keychain. Bara með þetta ready, sko. Tjekka á þessu goodie bag. Sæl. Þetta er bara smokkhattar. Þetta er svona hattasmokkur. Bara þú veist, já, kjössu vel.
Elskan, Mundur vilja að fá þér svona smokka hatt. Það var reynda helviti fín, sko. Getur bara verið með svona. Akkurat. Ég er alltaf að fá, ég er að fá nýja hatta og eitthvað svona drastur podcasti. Ég fæ mér bara stóran smokk. Já, hvað ekki? Það er bara næstu kaup. Veistu hver kötturinn með höttin er? Já, þú getur fæðið svona smokka hatt sem getur nátt. Akkurat, stækkan. Og svo þegar ég er svona æstur, skilur við, þá stækkan hann. Einhvern veginn, það er filter. Ég ætla að opna það er filter inn á snappinu. Hvernig símast þú ekki? Þetta er OnePlus. Já. Frá hvaða fyrirtæki er það? Big fan af OnePlus, sko. Spörum mig frá hvaða fyrirtæki OnePlus er. Nei, það er OnePlus. Ég þekki OnePlus. Já, spörum mig frá hvaða fyrirtæki er. Hvaða fyrirtæki? OnePlus, heyrðu. Svo, býtu, það er hérna. Ég átti svona nummer 3 eða 4, sko. Ég er að reyna að finna hana filter hérna. Ok, hann er ekki hérna. Ef þið eru komið svona langt af podcastinu, taki pásu og fá okkur smá orgasm með Pepsi Maxi, mæla alltaf með. Nei, það er eitthvað svona filter sem lætur neða á hann við ókslega stórt. Já, þú varst að nota náðan. Já, mér finnst það svona hálf creepy einhvern veginn. Ég var eiginlega að finna út hvernig ég get gert það í tölvunni, á podcastinu, bara núna, fá það bara nefið núna. Ok, en gáta fyrir ykkur. Já. Veitu, einhverju Gosi var að kaupa sér yttara. Af hverju? Hann var búin að vera að ljúga svo mikið. Það var bara ytta nefið. Já. Það er svo góður. Herri, förum við í Gúribæk. Ég elska Gúribækið, sko. Þetta er eiginhanda áritun. Maggi Mix eiginhanda áritun. Ok. Því þú ert iPhone maður, ekki? Jú, maður. Hann er að taka upp. Hann er hérna. Hérna er ég með, já, örgla. Já, ég sé það. Hérna er ég með Apple Watch. Þannig að þú getur aðeins, skilur þau. Já. Ég get aðeins lifað að high life, sko. Þetta er eiginhanda áritun frá mér til þín. Þetta er allt í Gúribækinu. Allt í Gúribæk. Þangað til ég fer inn Þetta grínast maður, þetta er geðvikt. Þetta er sjúkt, þetta er sjúkt. Ég er með fullt af fólki sem senda á mig á snappur. Ég gæri fyrir þetta þegar ég sá að koma. Bara láta hann skrifa á eitthvað fyrir mig. Banana eða eitthvað. Já, banana, sko. Þetta er nú meira. Mér finnst eitt að þið fyndi, sko. Af því að ég kannski hitti fólk sem eru vinir mínir. Já. Og foreldrarnir, þú veist, eru að segja kannski við hvað er þetta að hitta þennan, hann er varasamur og þá eru kannski búin að horfa á eitthvað í bara, þú veist eitthvað svona vídeo þeir bara eitthvað, þú veist, ég er eitthvað fíblast eitthvað, þú veist, leika trúð eða eitthvað þú veist, eins og ég var eina vinkonu og pappina var eitthvað svona eitthvað, ekki vera að hitta þennan og eitthvað svona og eins og hvað ástæðan var hefur þú lesið kommentin? Akkurat, að bara eitthvað svona, veistu hvað fólk er að segja um hann í kommentunum eitthvað, já ég er bara venjuleg maður, þú veist þú ert kannski hér á pottinu þú ert kannski talandi um sæði í glas en þú ert ekkert að sæða pizzur, skilurðu. Nei, ég fengi, þú veist, versta sem ég fengi er að í kvenhatari að því vorum að djóka ég og félag minn eitthvað svona djók, skilur bara eitthvað, þú veist, bitches og eitthvað svona veit ekki hvað djóki er núna en nei, þetta er bara en þetta getur líka að vera ógeðslega leiðilegt, skilur að fá bara fullt af kommentum versta fólkið sem þykist vera svo saklaust í kommentinu svona á maður ekki að segja og svona á maður ekki að gera þetta er nákvæmlega fólkið sem er búið að gera miklu verra svíkinda skatti keira ókslega rætt, stel í búð drepa ketti drepa ketti að ganni sinni, sko það er bara búið að tæma hérna sinnepið og bónus búið að sinnepa alla kettina henni í bænum, sko sinnepa alla kettina ok, mér langar að spyrja þig þetta varstu ekkert um að prænka þú veist krakki svo, þú veist, við vorum ofta að fara það nágrunum minna og þeir voru kannski að fara í sturtu í gluggunum og glemt að loka tjöldin þá komum við með laser, skilur eða þú veist, ég tók oft köttu minn með, skilur ég setjum hann í garðin, þá kannski hleypur hann orðið inn eitthvað þetta var gaman sem krakki, sko varstu eitthvað ég var vægur grínari, sko ég var alltaf svona varstu svona varsamur og svona já, mjög vægur, sko þannig ég myndi ekkert segja að ég hafi verið eitthvað grimmur, sko nei, bara remólaði, skilur ég er að segja fer ekki lengra það remólaði, sko sinnep og remólaði, sko veistu hvað er gott með remólaði? Ég var að fá mig steik daginn. Þetta er ángríns. Ég var að fá mig svona, hvort það hafi verið lamb eða eitthvað svona með remólaði. Okay.
það bara sjúkt, bara ég að segja bara, alla sósur í heimi bara cancelled bara fyrir reymólaði? Já, bara prófiði. Ertu með, þú veist, Finnsson reymólaði þá? Finnsson? Já, bara basic íslenska þannig. Þú opnar munnin einu sinni enn þá slítja þér hausinn. Nei, slítja þér hausinn. Slítja þér fucking. Þetta eru fín klips hérna, sko. Þetta eru góð klips. Nú ég bara skítrættu við þið. Æ, nei. Dala! Do you like my balls? Do you like my fucking balls? Jesus, man. Já, fór yfir strikið það. Do you like? Ekki máma. Hvað er bara að hella á mig? Maður gerir þetta að myrða mig. Það var maður einu sinni sem að setti status og hann var að segja ég væri svo dónalegur. Já. Og hann klippti ykkur 5 eða 6 orð sem mjög dónaleg sem ég hafi sagt. Ég saði, einhvern tíma saði ég, þessi sæt. Og þá átti ég að hafa verið kallremba eða hvernig eða bla bla bla. Svo saði ég einhvern tíman balls, eða eitthvað líkma balls eða eitthvað. Svo var ég með eitthvað vídeo þegar maður var þannig að ég var inn í bíl og var að setja svona ljós í bílum minn. En það ekkert ljós í bílum aftan á, sko. Hann að fara þeim einn. Og ég sagði, eitthvað svona, I have to have the light in the car so I can see her pussy. Bara eitthvað voðaleg grín, sko. Svo ég get alveg verið að tala um pussycat, skilur kött í bænum eða eitthvað. Og þá klippti hann eitthvað svona 4 ljótor sem ég er búin að vera 15 ára á internetinu. Já. Og hann náði að tína til 4 ljótor, sko. Það finnir við að segja hann, sko. Já, pælti því, sko. Og ef þið hafði hlustað á hann beint í bílinn með hann Pétri Jóhanni og þeim, þú veist, það bara annarkvort orðið hjá þeim með bara eitthvað rung og eitthvað svona dónalegheit, sko. Og svo leiði ég opna munnin. Það eru krakkar að horfa. Þú veist, já, þú veist. Þetta ekkert málið, þú getur ekki stjórnað hver að fylgjast með þig, skilur. Nei. Það bara kemur og fer, skilur. Ég nenni ekki að vera eitthvað soft dairy, sko. Ég nenni ekki að vera eitthvað svona þetta má ekki hitt. En líka meina, þú varst að tala um að gera YouTube 2007. Ég elskaði að gera YouTube með því að ég var 12 ára, 13 ára. Ég er að segja það, þú veist. Ég byrja, sko. Manstu hana aspect ratioið þarna. Veistu hvað það er? Já, þú veist, það var eitthvað svona bara svona férkanta. Þetta var svona léleg gæði, eitthvað svona svo allt inn komið yfir í betri gæði og svona Nú er þetta árið bara, núna get ég notað síma mína í þetta, skilur. Já. Ég var alltaf með þessa stóru Canon myndal sem ég notaði, þú veist, back in the day. Nú er þetta allt bara símum og ekkert mál. Já. Þetta er mjög þægilegt núna, sko. Já. Þetta er alveg léttur, núna má ekki segja neitt að því það geta allir sett á TikTok svona fljótt, skilur við. Já. Það var maður með ADHD. Það var að kaupa sér sjónvarp. Og þá segir hann svona, áttu eitthvað gott sjónvarp? Já, hérna er eitt sjónvarp, það er HD. Ok, áttu eitthvað betra? Já, hérna er full HD. En þetta? ADHD. Full, sko. Ha? Full ADHD. Hvað er movið? Þú ert á date með dömi. Það er flott kertið, þú ert í góða restaurandi, það er eitthvað, þú veist, á gítarunum. Hvað er movið? Ertu að fara að kalla hann yfir til að kveikja okkur góðu lagi? Sko, ef þú ert með dömu. Segjum við væri bara hérna í þessu place hér. Og það er rúmið hérna, stóllið hérna út með dömunni. Og bara spjalla við dömuna, að elska mín og bla 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 og svona. Og mér er bara rosalega gott að taka svona fingertips. Og þá ertu í rauninni, þú ert ekki full skilurðu, full force, þú ert meira svona, þú tekur handlegginn, kemur svona létta strókur, svona, við erum að tala um gæsahúð, skilurðu. Já, bara aðeins til að vekja hana. Já, aðeins svona, tekka á stöðinni, sko. Ef hún er að fíla gæsahúðina, skilurðu, ef hún er eitthvað svona, þetta er gott, eða eitthvað svona, ef hún er að fíla gæsahúðina, þá ferðu kannski yfir í lauflétta straujáttni, svona, straustrókur, svona straujátn. Og ef hún fílar það, þá ferur lengra. Þú fer ekkert strax, skilur þú bara bang, 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 bang.
skilur beint full force, það bara málið, það fer ekkert að full force þetta var rúndir með dömin, þú getur að fara strax í 180 skilur þú byrjar á 30 og tjekkar á 7 maður hvað er eitthvað gangi í lífinu, er allt bara gott? Það er allt að gerast í lífinu maður er jákvæður að sjálfsögðu, það er númer 1 breytist eitthvað þig þegar allt verið að loka inn í COVID? Það er ógeðslega, það er bara þú veist ég var mikill ræktarmaður, nú er það bara dottið út sko. Já, varst að fara í World Class og eitthvað svona? Já, ég sagði reynda við eina konu, ég var cancelaður sko ég spurði ertu ólétt, sagði ég og maður á ekki að spura konu hvort sé ólétt. Nei, má ekki. Þannig ég leiðir eftir mig og sagði ertu ólétt, eða er þetta COVID-kíló? Það var hvorugt eða eitthvað, ég mannaði ekki hvort það var ólétt eða eitthvað en hún allan að cancelaði mig. Núna, cancelaði? Eða bara... Hún bara cancelaði mig bara. Förum ekki dánar í það. Nei. Hún bara... Ég er ekkert að segja hún að við farið heim til sem náði eitthvað í dags. Cancel! Það var bara þetta sko. Nei, ég ætlaði að segja sko, ég ætlaði bara að segja að hún hafi ekki farið heim til sín og náði lyklaborðið og cancel. Já. Ég er að menna það sko. Sko ég tók podcastin í gær með litla frænda mínum, bara til að hita þessu upp, það er búin smá pásu sko. Já. Og hafa með einhverja vingun svona hér og þeir voru að hlæja og tístaka. Ég er bara búin að fatta það, maður þarf að hafa áriðins. Það er svo gaman að hafa eitthvað að hlæja en það skilur og gegga, sko. Og þeir geta tekið myndaðalun og svona. Ekki vera með þetta fake laugh inn í. Já, guð minn almáttur sko. Svo ég get alveg tekið svona fake laugh hérna í hálftíma og svo klippur inn í. En svo hefur þú séð Friends og svona þætti. Akkurat. Það er ekkert fyndið, þegar þú segir eitthvað sem er ekkert fyndið þá samt kemur eitthvað akkurat hláturinn kemur akkurat þegar þú búið með pönsið í miðpönsi þá allt er hláturinn og ég skal segja triks veistu akkurat er fake hlátur þeir eru að tala eitthvað Joey og allt þetta í Friends og akkurat kemur þeir eru að hlæja þá segir ekki neitt kemur þögn og meðan þeir eru að hlæja svo eru búin að hlæja þá halda það áfram þetta er allt klift til. Ja, þetta er líka sko að ég held að þannig Friends að tekið upp svona þú veist það er áriðin stundum og svo kemur bara raukt sæn bara hlægið og þeir þurfa bara að vera ready bara einu sinni fór ég á íslenska ædolleðna og það var maður sem að bara sagði bara sko við áttum að vera hress við áttum að klappa við áttum að vera ógeðslega hress þegar kamera kom yfir og svo kom svona eftir hlé það var svona hlé sem sagt ölsingar og svo eftir hlé það átti maður að vera bara alveg bara þetta var ekkert svona mikið stuð sko. Nei, þetta er svolítið fake þetta er ógeðslega mikið og American Idol og allt þetta er fake þú veist, allt fake sko... ég sá á YouTube þá var ég að horfa eitthvað svo kemur einhver strákur einhver svona úlingur eða eitthvað man ekki hvað hann gamall hann kemur hann inn eitthvað I'm gonna sing Not Tomorrow eitthvað lag sem ég man ekkert hvað heitir Not Tomorrow eða eitthvað og þá kemur hann Simon Are you really gonna sing that song? This is the war song of all the time fyrir að skýta hann strax eitthvað bara vestalagi allum heiminum eitthvað og hann syngur þetta lag og Simon alveg hann bara fá það bara og svo segir hann eftir lagi This is the not war song anymore segir hann herðu og hvað heldur þú? Svo er einhver önnur konu við hliðan á honum I not like the song þá er allir í salnum eða ég man ekki hvort það var áhörnendur allir alveg what? I not like it but I love it og svo golden buzzer þú veist, heldur þú virkilega þetta er allt svo hægt heldur þú virkilega að þetta hafi ekki verið planað þú veist öll atriðin eru æfð þau eru búin að vita alveg hvernig allt er og það er búin að ákveða að það verið golden buzzer þetta er ekkert eitthvað svona hann hata lagið, elskar að svo golden buzzer, þú veist ég man sko ég þekki ekki alveg sem vann einna fyrst Iceland Got Talent eða eitthvað og hún tala það líka skilja þetta er ekkert eins og nei, þetta er svo grilla hérna eitthvað Jón Jónsson, æðislegur Bubbi eitthvað svona þetta er svo kjánalegt eitthvað bróður minn fór akkurat á svona tónleika sem Bubbi var að söng contest eða eitthvað
og bróð minn gítarleikari og var eitthvað, klikka sóló og svo eftir hann búinn þá bara drulla Bubbi yfir hann og síðan það hann bara eitthvað, fuck Bubbi bara, hann var eitthvað 17 eða 18 eða eitthvað og hann bara Bubbi 50 skilur búinn að vinna allt bara þú munt aldrei meika það skilur hvað heldur það var eitthvað ég heyrði einhvers staðar að Bubbi var að hrauna yfir hann Ed Sheeran hann var að segja Ed Sheeran var ekki talent og eitthvað svona hvað mestlega launaður þetta bara hæst launaður tónlistarmaður bara hann búinn að hann var á toppnum með Golden Globes og velun og ég veit ekki hvað á toppnum hann búinn að ná miklu lengur en Bubbi já og hvað heldur ef Bubbi væri núna með fulli virku fyrir Bubba ef hann væri einhvers staðar í Bandaríkjunum, bara New York með stálan hnífur þú heldur að fara að tróða upp með stálan hnífur í New York nei, en Ed Sheeran já Ed Sheeran líka múin að gera það í vinkon minn var elskan þegar ég var í 7. bekk sem var 6-7-8 ára hann sann að Lego, hvað er Lego-lægið þarna með honum Lego? já, hann var eitthvað svona ég þekki það bara ég byrjaði að þekki hann þegar Hobbita myndir komin út hann gerði hann að lagið fyrir það ég vissi af hann þegar annar leikari úr og Harry Potter var að leika hann í vídeónu Lego House held ég já, Ron Weasley það er hann að fyrsta lagi Lego það var eitthvað svona Lego eða eitthvað Let's go já eitthvað svona hlug ég ætla að fara í Gúrubæki Ég ætla að stoppa í 1 sekúndu Gúrubæk, ég er með 1, 2, 3, 4, 5 merch þetta svona lyklakippu Maggi Mix on the go já, sælir maður svo er ég með ég er með besta merchið inn í Gúrubæk gerir þú þetta bara sjálfur? já þetta gerði ég bara kortir fyrir pottið, það er þetta hér hvað er ekki að hérna með? þetta er loka merch exclusive merch þið finnum mig á TikTok þetta er 87 krónur fyrir stykkið við sendum bara með eina já, mér finnst mér svo fyndið þegar fólk er að segja varast mig eða eitthvað svona sem dæmi ég er ekki í dópinu til dæmis ég drekk ekki áfengi það er aldrei vesen ég er ekki stelandi ég er ekki berjandi fólk ég er bara sultu slagur þú er bara kirkjandi fólk skilja alltaf það er þetta tussaðinn nei, ég er góðu kall ég er bara að leika skilur ég myndi aldrei drepa í beinni það er bara leið og við slagum á myndan þá er ég in trouble veistu að hverju Snoop Dogg er aldrei í beinni hann er alltaf í skakkri hann er svo skakkur já, Snoop Dogg já. hefur séð hann live reyndar hann gerir það og hann er bara live, hann er með meira lokuð augun heldur en ég já það er alltaf að djóka, ég er alltaf freina því augun er svo lítil þetta er bara það er ekki hægt að opna augun það er bara mín eru samt líka hálókuð þetta er bara þú þegar maður er svona í bíó það er sem að sé svoandi maður er ekkert svoandi skilur ég er með svona, ég er allan með góða sögu fyrir þetta þegar ég fættist þá var ég lamaður svona helmikið líkamönnum þannig að þetta auðvitað er aðeins minna og eitthvað þannig að það er stelpur alveg, ertu friðin að ég alveg, nei, ég var lamaður því ég var yngri ég gengi gegnum svo mikið bara ekki gera grína mér ertu að fá svona vorkunarung þú fættist vitlaust ég var barinn og svo þetta er búið nei mamma var enda góð með já, hún var gett hún horfði nú á að mig að pappi landið mig eitthvað svona hvað er þetta ekki, ef við förum að þessi fyrir því þú ert þarna þú ert ekki auðmiki ég er ekki auðmiki, nei talin vera auðmiki sem er mjög ljótt en ert það ekki nei, ég var í boxi meðan ár maður ég get höndla mig já ég er alveg góð en bara ég veit ekki maður, ég byrjaði þetta podcast nokkuð mánum og ég var bara, ég ætlaði á Magga Mixina hvað heldur ég sem með bílum, ég er með gormin ertu með gormin? Já, við þurfum að fá gormin, ef hann á í gormina já maður kúkúk ok svo tekur þú gormin, 1, 2 og það eru nokkra stillingar á honum ég ætla að byrja hérna ég er þessu stillingu Maggi Mix og gormurinn þetta er þessu stillingin, þetta er viðbúinn það er þessu stillingin, þetta er viðbúinn kom svo Maggi byrjum þetta létt á
það byrju ok nú ertu að léttast það ok, ég ætla að setja erfiðasta fyrst á þig, þú er sterkur ok, þú ætla búin að vera í gólfinu bóksinu, ok, komdu Jísus maður, hvernig þetta erfiðast, þú náðu þú erfiðstu Ó, sæl já, þú verður að halda vel Gerum svo bara Þú verður að fara að sáttar Svona Come on, man Ég var að djóka þér að það er ekki hægt að stilla neitt Á, það bara sama allan tíman Það er líka erfitt að gera upp svo Já Tók smá æfingu Ég er með meiri gúribæk Þessi gúribæk stoppar ekki, sko Ég verð bara, ég ætla að hrósa hérna Ég nenni ekki fólki sem er alltaf að hraun yfir hennar bæ Já Þetta er kósí bær Takk fyrir það ekki, þetta er bara geggjað bæ Hafnagatan, þú veist hvað Hafnagatan er Já, ég er að segja, þú veist Keirinu í Hafnagatuna, þetta er bara geðveikt Ég er að segja það, þetta er Þú veist, hefur þú farið í bíó hérna? Besta pleysi Eflaust, alveg miljón sem Þetta er kósí, þetta er svona Nefna, ég ætla að cancela klósettin, sko Já, guð minn almátti, sko Þeir eru búin nákvæmlega eins sem ég var krakki Þeir hafa ekki breyst Nei, pældu aðeins í því Þeir eru búin hræðilega sem ég var bara fatt, sko Já, er þetta ekki Þú veist, þetta er viðbjöst Þetta kemur inn Hræðilega, sko Sko, þú gerir ekki greina með hvort að fólk var að kúka eða skýta, sko Nei Er ekki betra svona, jú Hvernig er ég? Heldur ég kunni ekki á vélarnar? Sko, ég ætlaði kannski að hengja upp Magga Mixed út í hér Því það er svo hvítu veggur bara Það bara er ekkert aftandi, skil Nei, ég er að segja það Það er bara að breyta hans minna, sko Það verður að gera þetta Þetta er alltaf flott hérna sem þú ert að gera Þetta er, takk fyrir það, man Ég er að selja þetta, sko Veggspjald, sko Nema það er svolítið svona sjung Já, sko, rammin og þú veist, ég er búin að kasta fótbolt í þetta og eitthvað, sko Já, Já, þetta er svolítið svona swing og swang, já, sko já. En eins og þú ert alltaf að búið til svona Ég elska Photoshop eins og þetta Þú veist, búið til logo og svona Það er mjög gaman, sko Bítu Er þetta sama logo? Nei. Bítu, ég fekk hugmynd Hvað varst það að spá? Ég fekk rosalega góða hugmynd Ok Bítu Hvað ættum við hennar mæki? Kannski færa mækina þess niður, það er alltaf fyrir Bítu, ég fekk góða hugmynd, bítu Ég þarf að ná þessu læg Viðbúin hugmyndina Tilbúin í þetta Amaze me, mæki Þetta er viðbúin Gerður svona líka, maður Gauir, þetta er hella Þetta er líkla kippin pott Þetta er geðvikt, maður Þetta er the exclusive Þetta er the Býtu nú við, býtu ég Þetta er geggjað Já, svo farið þetta hérna Þetta er utanum gúribækið Þetta er bleikt gúribæk Kannski þarf ég að hafa þetta svona fyrir bara Þú veist, það er sérst Kannski ég hafa eitthvað flott aftan og svona Já, sko Það tekir skil bara betur hefði, sko Þú ert myndartökuli menn Þetta er búið að hella podcast Hvað er þetta búið að vera langt? Þetta er búið að vera 1 og 20, 30 eitthvað, sko Þetta er bara ekki ekki, ég er að segja það Þetta er bara að lifa litul og Er eitthvað sem þið langar að tala um? Eitthvað sem þið langar að fara yfir meira? Já, sko Mér, sko Þegar, sko, ef við spáum að þessu spáum í spilin, sko Spáum í spilin Ég er náttúrulega búin að vera á internetinu, sko Ég er ekki stæðst á stjarnan Það vita rosalega margir hver ég er Já, það er ekki lörka Þú veist, ég er ekkert að fá mestu likesin en eitt svoleiðis Já, en það veit að flestar á Íslandi, þú veist En Hvernig maður ekki mixa þér, sko fólk miskilur stundum halda það að ég sé ógeðslega fínn með mig og ég sé eitthvað svona montinn en það er bara karakterinn, sko Ég er ekki montinn Ef ég segi eitthvað, kóngurinn að fá sér pizzu eða kóngurinn að fá sér kónguló eða eitthvað þá er ég ekkert að monta mig, sko Mér finnst það svolítið koma fram og lífið er líka, sko, skemmtilegt Lífið getur líka verið rússibanni Þú getur legið rúmunu alveg svoleiðis bara allt ómögulegt svo næsta dag eftir getur verið allir elskaði, sko Þannig er lífið, skilja Ert þú að fá fræði? Er fræði það þér? Finnur þú það? Ég er búin að vera bara með svona nokkuð þúsund manns bara alveg steady
Þú ert að vera aðeins stærri með podcast og svona en ég alveg saman á þessu, þú veist. Það fólk sem á netinu tala ekki þetta er oftast character, skilur. Já, ég að segja það. Fólk verða að hætta að taka þetta svona alvarlega eins og þú sért hlaupa bara ég með Jónu og veist. Já, þú veist, þú ert að fíblast og svo slekkur þú veist, þú ert á snappinu, tekur 2 sekundur snapp, skellir símanum. Fólk heldur það, einu sinni í byggi bara í bílunum minnum. Já, akkurat. Þú veist, ég ekkert snappandi því að ég í baði eða kúka eða stundum horfi á heila bíómynd og veit ekki að því. Þú veist, það þýðir ekki það að ég horfi ekki á bíómynd ef ég sýni ekki frá því. Svo man ég eftir einu skipti þegar var ég að KFC og sýna frá því. Þá fekk ég skilaboð. Þetta mjög ljótt það fólk sem fátækt. Ha? Hvað ertu að gera KFC maður að gera? Ríka svínið? Já, ríka svínið. Sem ég skil vel. Pældi því, það kostar jafn mikið eða mjög svipa að fara á KFC og bara grillhúsið. Bara svona alvöru grillhús og fara í lúuna. Þú veist, aktu taktu það kostar svipa að fara aktu taktu og grillhúsið. Þú veist. Viltu fá beint í bílinn eða viltu setjast niður og taka á rólegt, sko? Eins og, nei, förum ekki náður í það en það var, nei. Ef að þú myndir opna lúusjöppu myndir þú láta hann að heita beint í bossan? Nei, ég veit ekki, sko. Hvað myndir þú að heita? Alltaf beint í bílinn er svo gott nafn fyrir podcastu líka, sko, og sjoppu, sko. Ég með svona, þú varst að vefjum daginn. Ég elska vefjuna, sko. Þetta geggjast. Svo góð matur, sko. Þetta það sem góð við vefjuna, það svo rosalega mikill matur í henni. Já, þetta verið tróðfullt bara í það, sko. Þú sérði ykkur að vefju, þú bara, ok, svo ertu búið með hálfa, þú alveg við að æla þetta svo gott, sko, samt klárari, þú veist átt að geima. Það er svo KFC í þessu. Já, þetta bara betra, sko, þú veist, mér bara, þú veist, KFC ekkert nóg gott í dag, sko. Ekki svo var, manstu þarna Kentucky Fried Chicken, manstu. Þetta var ógeðslega gott, nú þetta bara eitthvað svona fjölda framleitt bara eitthvað órakrydd og spicy mayo. Það kannski líka bara þegar maður yngri þá var allt svona alls betra en ég fór ofta að KFC svona því ég fekk smá penning eða eitthvað þú veist, og bara, það var svo gott, sko, en nú þetta bara kalt og lendur ekkert í. Þetta bara, maður svo vanur, maður svo vanafastur og maður veit fá þetta gott. KFC gott. Hvað færði þér að borða? Sko, ég byrja að vera sælir á KFC, ég fæ mér náttúrulega bara Boxmaster Singer og hvað heitir, Twister Singer og svo búið með þetta og bara ónýtt, sko. Bara vera góðu hvort annað og þú veist og flengja, mér gott að flengja sjálfa sig eða þú veist bara every once in a while bara, svona, þú veist bara svona maður eitthvað svona dolly, sko maður eitthvað óhress eitthvað og svona taka bara svona kynna svona óþekkur svona þess að vekja sig við, sko ekkert kynferðislegt bara svona þess að vekja sig við, slá fá svona orku bara þess að vekja sig við, sko klípa sér svona once in a while, sko akkurat þess að vekja sig við, sko maður reality, sko já, þú veist, maður á lífi, sko lífið fallegt, sko elsku kúkurum minn það búið að helviti skemmtilegt að spjalla þetta er bara alveg svo Eyþór sagði, skilu hann bara sagði að þú væri bara helviti skemmtilega gaur og þetta er ekki svo í myndavælunum, sko nei, maður samt flippinu svo leið og ítur off bara ég er ekkert leiðilegur en ég er alveg líka flippar og hress og en líka svo þetta, ég lendi oft í því svona að vera meiri stressar að fara út í búður og eitthvað því maður þarf alltaf vera hress segja hæ við eitthvað og svona hefur lendið eitthvað lappu upp og segja hvað er ekki í lagi, er ekki hress eða eitthvað sérstaklega svo á ljósunum, það var alltaf þú veist, þegar ég byrjaði að vera eitthvað smá fræður og Snapchat ég þekkja margir mig í Keflavík í ljósunum, þá var ég bara þá var ég alltaf að segja hæ við fólk og svona maður var að vera svona makandi og svona og þetta er bara partur af þessu maður þarf stundum að setja sig í gír klukkan 4 á nóttinu, maður er alveg að sofna svo kemur eitthvað mixari, sko ég var í daginn í Borgarnes og kom einhverjum svona 3 strákar ég ætla ekki selfie og svo byrjar eitthvað svona að veifa eitthvað svona og ég skrúa niður mixari, maður var selfie já, ekki máli elsku vinnir og hendi ég selfie og ekki flott hjólinn sem er á og bla 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 búið maður þarf að vera svolítið næ, sko þetta er líka bara
maður líður samt vel að maður gerir þetta, skilur þú bara, þegar allan að fengi að sjá skemmtilega Maccabix bara í þessu 10 sekundar moment, skilur það allan eitthvað gott, ó nei, núna kemur vondi, nei, braustu gleraugun, Maggi.